mættu á til okkar. Bang! Komið sæl, við sjáum hérna á yfirlitskortinu að það lægð suðvestur af landinu sem kemur til að ganga yfir land í dag og kvöld og hún svona veldur þessari úrkomu sem hér víða á landinu. Við sjáum líka að áttin suðvestlæg, hún fylgir þessum þrýstilínum sem ganga hérna upp að landi og það þýðir að við fáum loft úr suðri og það nú fagnaðarefni að það sé hlýrra loft heldur en hefur verið yfir landinu síðustu vikur, þannig að það ætti nú að fara að hlýna allvíða og hættan á næturfrosti hún hverfur smám saman með hlýrri loftmassa. Áttin verður heldur austlægari þegar líða tekur af vikuna en þá loftið þó ennþá að koma hér langt úr suðri og við ættum að fá nokkuð hlýjatungu upp og norður yfir land. En það svolítil átök á meðan hlýja og kaldalofti takast á hér á norðurslóðum og það má alveg búast við því að það verði nokkuð hvasst og svolítil úrkoma allvíða á landinu næstu daga en dúrar þó inn á milli með skúraveðri og hægari vindi en eins og ég sagði áðan að þá ríkjandi suðvestanátt í kortunum sem þýðir að það rignir þá á vestanverðu landinu og stundum sunnan til en verður svona minni úrkoma eða allavega köflóttari á norðaustanverðu landinu. Í fyrramálið útlit fyrir nokkuð hvassa vestanátt allavega svona fyrir seinni hluta maí og talsverða úrkomi víða á svæðinu hér suðvestan til en hitastigið nú svona alveg þokkalegt og það ætti ekki vera nokkurt mál að klæða sig bara í regnfötin og halda áfram að hjóla eða ganga í vinnuna. Það heldur þurrara á norðvestanverðu landinu og aðeins svalar þar í fyrramálið enda áttin norðurlæg en þó ekki jafn hvöss nema kannski úti fyrir Breiðafirði. En eftir því sem við förum síðan til austurs þá nú aðeins meiri úrkoma yfir landi og sérstaklega þá yfir Eyjafirði og mögulega Flateyjarskaganum. Eftir því sem við förum til austurs þá dregur síðan úr bæði skýjahullu og þessari úrkomu og má alveg búast við því að hlýni ágætlega sérstaklega á Austfjörðum í vestlægri átt á morgun. Það svona sínu hvassast við suðaustur ströndina, alltaf 18 til 20 metrar á sekundu úti fyrir ströndinni á miðunum, en svona 18 metrar kannski mestalagi í Öræfum. Það gæti þó alveg slegið í 25 til 28 metra á sekundu í Kviðum, þannig að þeir sem ætla að vera með aftan í vagna á ferðina ættu nú allavega að bíða svona kannski fram yfir hádegi með ferðir í nágrenni við Vatnajökul á morgun. En klukkan 17 og þá nú orðið hægari vindur víðast hvar á landinu og mesta úrkomusvæði gengið yfir í bili en þó útlit fyrir skúraveður sumstaðar á suðvestanverðu landinu. Það léttir til og ætti að sjást til sólar víðast hvar annar staðar og hitinn gæti farið í svona 10-12 stig þegar best lætur en það náði 12 stigum í Ásbyrgi í dag og 15 stigum allavega á Hvammi undir Eyjafjöllum. En á miðvikudaga þá kemur ný bylgja og aðeins meiri orka inn í þetta sama kerfi sem að verður við landið og suðvestanáttin hún svona hvessir, bætir aðeins í hann aftur með bæði þá úrkomu og vindi en þið sjáu að hitatölurnar þrátt fyrir það nú svona nokkuð háar og það hlýnar örugglega ágætlega á austanverðu landinu í suðvestanáttinu og verður sól á þeim slóðum og svo nú áfram eins og við sjáum úrkoma á fimmtudag. Rigningin verður mest líklega á norðvestanverðu landinu á fimmtudag en á suðvestanverðu landinu á miðvikudag en eins sjáum við að það svona bláir flekkir hérna með suðausturströndinu og alveg norður með Austfjörðum þannig að það gæti orðið skúra leiðingar á þeim slóðum og ekki útilokað að það falli einhverju dropar á norðanvert landi líka þó að það verði miklu minni úrkoma heldur en verður á svona vestanverðu landinu. En eins og þið sjáið að þá á föstudaginn heldur áfram að rigna þó að áttin snúist aðeins til austlægari áttar á norðaustanverðu landinu. Þetta svona rigning eða skúrir víða en hlýnandi áfram og þarna gæti hámarkshiti náð alveg 15-16 gráðum kannski sérstaklega í Eyjafirðinum en það þó líka hlýtt á sunnan og vestanverðu landinu þrátt fyrir sólarleysið sem svona virðist ætla að vera ríkjandi næstu daga. En á morgun sem sagt suðvestlæg átt að verður talsverð úrkoma sunnan og vestanlands í fyrramálið og kannski skúraveður á Norðurlandi en bjartviðri á austanverðu landinu sérstaklega á Austfjörðum. Hitinn ætti að vera hæstur þar miðbik dags en síðan verður milt veður víðast hvar á landinu seinni partinn á morgun og annað kvöld. Verið sæl.